Þú ert að hlusta á Jobsbók úr Biblíunni heilari ritningu. Lesari er Arnar Jónsson. Jobsbók er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Jobsbók. Fyrsti kafli. Guðrækni og hamingja Jobs. Einu sinni var maður í Úslandi sem Job hét. Hann var ráðvandur og réttlátur, óttaðist Guð og forðaðist illt. Hann eignaðist 7 syni og 3 dætur. Hann átti 7.000 fjár, 3.000 úlfalda, 500 sameikin nauta, 500 ösnur og fjölda þræla. Þessi maður var öllum öðrum auðugri í Londonum fyrir austan. Synir hans höfðu þá venju að efna til veislu heima hjá sér, hver þeirra á ákveðnum degi. Þá buðu þeir systrum sínum 3 að eta og drekka með sér. Þegar veisludagarnir voru liðnir, sendi Job eftir þeim og helgaði þau. Þann morgun fór Job snemma á fætur og færði brennifórnir fyrir hvert þeirra, því að hann hugsaði: ef til vill hafa börn mín syndgað og formælt Guði í hjarta sér. Þetta gerði Job í hvert skipti. Fyrri prófraun Jobs. Dag nokkurn bar svo til að synir Guðs komu og gengu fyrir Drottinn og var Satan á meðal þeirra. Drottinn spurði Satan: hvaðan kemur þú? Satan svaraði Drottni og sagði: ég verð á ferðalagi hingað og þangað jörðina. Þá spurði Drottinn Satan: veittir þú athygli þjóni mínum Job? Enginn maður á jörðin jafn ráðvandur og réttlátur og hann óttast Guð og forðast illt. Satan svaraði Drottni og sagði: er Job guðhræddur af ástæðulausu? Hefur þú ekki verndað hann, hús hans og eignir á alla lund? Þú hefur blessað störf hans og fénaður hans hefur dreift sér landið. En réttu út hönd þína og snertu allt sem hann á, þá mun hann vissulega formæla þér upp í opið geðið. Drottinn sagði við Satan: allar eigur hans eru á þínu valdi, en gegn honum sjálfum máttu ekki rétta hönd þína. Sample complete. Ready to continue?